Flugöryggi á Keflavíkurflugvelli var alvarlega ógnað í gær eftir að maður klifraði yfir öryggishlið, stal bifreið og ók nálægt farþegavél sem undirbjó flugtak. Bæði lögregla og Isavia eru með atviki til rannsóknar. Refsiaðgerðir gegn Rússum sem Ísland hefur tekið upp eru í fyrsta skipti að bitna á íslensku fyrirtæki vegna tengsla þess við Rússland. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir það dregið inn í málið að ósekju. Fulltrúi Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Gaza segir ástandið þar aldrei hafi verið verra. Ísraelsher hóf í dag landhernað á miðri Gazaströndinni. Mesta gasmengunin síðan Reykjaneseldar hófust mældist á höfuðborgarsvæðinu í dag. Færri virtust á ferli miðað við það sem ætla má mitt sumar. Vel fer þá 30.000 lunda sem verpa í Akurey. Í ferð fuglafræðinga í eina var ekki annað að sjá en að ungarnir dafni vel. Leysigeislar og gervigreind eru farin að hjálpa til við talningu. Gott kvöld. Bæði lögregla og Isavia rannsaka nú alvarlegan öryggisbrest sem varð á Keflavíkurflugvelli í gær þegar að maður braust inn á lokað svæði og keyrði yfir flugbraut þar sem flugvél var að taka á loft. Maðurinn er í vikulöngu gæsluvarðhaldi. Hérna klifraði maðurinn yfir læst öryggislið og komst þannig inn á flugvöllin. Þar komst hann yfir bíl og keyrði yfir flugbrautina í átt að flugstöðinni. Það er vél sem er að fara í loftið, hún er bara í flugtaki í raun. Og hann er þá að aka á flugbrautinu á sama tíma, þannig að við teljum náttúrulega þá er hann að ógna flugöryggi allverulega. Honum var hleypt út þetta hlið og Reykjanesbrautinni hófst síðan eftirför lögreglu. Maðurinn ók á ofsahraða, segir Ómar, og stofnaði öðrum vegfarendum í hættu. Þegar lögreglan verður vör við bifreiðina þá gefur viðkomandi stöðunarmerki, hann sinnir ekki þeim stöðunarmerkjum, þannig þá hefst eftirför og henni lýkur á Reykjanesbraut við Grindavíkur afleggjara til norðurs. Þar stöðvaði hann ökutækið og streittist ekki á móti handtöku. Maðurinn er í gæsluvarðhaldi næstu vikuna. En hvað hann stóð til getur svo sem ekki tjáð mig að svo stöddu. Okkur er brugðið og það er skiljanlegt að sé athygli á þessu. Þetta er alvarlegt atvik og við tökum þetta svo mjög alvarlega. Keflavík er alþjóðaflugvöllur og bæði hliðin eru reglulega tekin út, bæði í innri og ytri öryggisúttektum. Það er alveg ljóst á enginn að komast inn á völlin og geta gert þetta. Sagt var frá því í fréttum 2012 að 2 piltar hefðu komist óséðir í borðum flugvél Icelandair. Anna segir ýmis atvik koma upp á flugvellinum en þetta sé svo alvarlegt að maðurinn sé í haldi lögreglu. Og sem betur fer er það ekki algengt að fólk reyna að komast inn á flugvöllin. Bæði lögregla og Isavia líta málið alvarlegum augum. Þannig að við ætlum bara að stíga mjög ákveðin og skoða bara ferilinn og hvað fór úrskeiðis og hvað maður gera betur. Við verðum að fara algjörlega ítarlega og þungt í alla þætti þessa máls til þess að vera vissum það að ekkert nokkuð þvílíkt geti aftur gerst. 2 milljónir eru á barmi hungursneyðar á Gaza að sögn fulltrúa Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna þar. Stjórnvöld í Ísrael hamla enn hjálparsamtökum aðgang og Ísraelsher hóf í dag landhernað á miðri Gazaströndinni. Sjúkraflutningamenn og fréttamenn á Gaza tóku höndum saman í morgun og þeyttu viðvörunarflautur sjúkrabílana. Nokkurs konar neyðarkall aðgerðir til að stöðva hungrið og hryllinginn á Gaza. الأطفال قاعدة بتموت من الجوع، أقسم بالله تو أولاد أختي راح يشتموا من الجوع، واحد عم بيعيط عليهم، بدنا ناكل ما نجيب لكم أكل. The situation here is absolutely dire, and my team said to me today, the situation in Gaza has never been this bad. They are desperately hungry. Children are crying all the time for food. Enn og aftur skutu ísraelskir hermenn að mannfjölda sem hafði safnast saman kringum bílalest með hjálpargögn við landamærin í nótt. Yfirvöld á Gaza segja að yfir 100 manns hafi verið drepin í röð eftir matvælum síðasta sólarhringinn. Þar að auki hafi 19 dáið úr hungri. واصل إسرائيل استخدام التجويع كسلاح حرب بما في ذلك قتل أكثر من 995 فلسطيني من منتظري المساعدات من مصائد الموت التي نصبوها. Hjálparstofnanir eru víða í starthólunum með mat og aðrar nauðsynlegar vistir en ísraelsk stjórnvöld hleypa þeim ekki inn á Gaza.
There's 2 million people in Gaza on the brink of famine. Þetta fólk meðal þeirra þúsunda sem í gær pakkaði saman nauðsynjum sínum og flýði frá heimaborginni Deir al-Bala sem á miðri Gaza. Ísraelsher fyrirskipaði flutningana því í morgun hóf herinn landherna þar í fyrsta sinn. Fólkinu var sagt að flýja suður á bóginn á svæði sem hefur verið skilgreint öruggt af stjórnvöldum í Ísrael, en Ísraelsher hefur samt látið sprengjum rigna yfir það. Íslenska fyrirtækið Vélfag stendur frammi fyrir refsiaðgerðum vegna tengsla við rússneskt fyrirtæki sem talið hluti af skuggaflota Rússa. Utanríkisráðherra segir þetta í fyrsta sinn sem fjármunir verði hugsanlega frystir með þessum hætti. Framkvæmdastjóri Vélfag segir fyrirtæki verða fyrir viðskiptaþvingun að ósekju. Frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst árið 2022 hefur Evrópusambandið beitt viðskiptaþvingunum gegn að minnstakosti 2500 einstaklingum og fyrirtækjum með tengingu við Rússland og Ísland og Noregur hafa einnig tekið þær upp. Íslenska fyrirtækið Vélfag sem þróar og framleiðir vélar til fiskvinnslu fyrsta íslenska fyrirtækið sem fellur undir þessar þvinganir vegna tengsla við rússneska útgerðarfélagið Norepo sem nýlega var sett á svartan lista. Norepo keypti Vélfag fyrir nokkrum árum og seldi aftur, en nýr eigandi talinn tengjast þeim fyrri. Já, ég hef sagt það og upplýst það að það mál sem í ferli. Við erum að vanda okkur í þessu, við erum að leita samráðs við okkar vinaþjóðir. Í ársbyrjun 2022 keypti Norepo Overseas Holding í eigu rússneska auðjöfisins Vitali Orlov helmingshluti í Vélfagi. Í ársreikningi ársins 2023 nýtt félag Titania Trading Limited sagt eiga 82% í Vélfagi. Titania var þá í eigu Nikita Orlov, sonar Vitali Orlov, eiganda Norepo. Árið 2023 hafði Vitali verið að færa stærstan hluta evrópskar starfsemi Norepo yfir á son sinn, sem norskur ríkisborgari. Í maí á þessu ári tilkynnir Evrópusambandið að Norepo sé grunað að stunda njósnir fyrir rússneska ríkið með skipum sínum og verði beitt refsiaðgerðum. Í maí liggur líka fyrir að eigendaskipti verða gerð á hlut Titania Trading Limited í Vélfagi frá Nikita Orlov til Ívans Nikolai Kaufmann. Sá frá Liechtenstein en búsettur í Sviss og hefur í gegnum tíðina unnið með Orlov feðgum. Framkvæmdastjóri Vélfag segir að kaupin hafi gengið í gegn í Sviss 16. maí, 4 dögum áður en ljóst var að ESB myndi beita Norepo þvingunum. Í lok júní Vélfag beðum að senda gögn til viðskiptabanka síns Arion banka vegna hugsanlegra tengsla við Norepo. Þeim gögnum var skilað snemma í júlí. 7. júlí ákveða norsk yfirvöld að taka upp refsiaðgerðir ESB gegn Norepo og öðru rússnesku útgerðarfélagi, Murman Seafood. Daginn eftir tilkynnir Arion banki í Vélfagi að frysting fjármuna fyrirtækisins liggi fyrir. Þann dag hafði verið tilkynnt endanleg eigendaskipti fyrirtækisins. Framkvæmdastjóri Vélfags Trausti Árnason segir í yfirlýsingu frá fyrirtækinu að aðgerðirnar séu mjög íþyngjandi. Engin tengsl séu nú á milli Vélfags og Norepo. Vélfag hafi svarað öllum spurningum yfirvalda og viðskiptabanka þess mjög skilmerkilega. Miklir fjárhagslegir og viðskiptalegir hagsmunir séu í húfi. Við þurfum að hafa í huga að þetta getur haft mjög mikla þjóðhagslega þýðingu. Við vorum tíma á gráa listanum, fórum af honum og við viljum alls ekki fara inn á hann aftur. Það myndi þýða til að mynda lakari lánskjör fyrir ríkissjóð, hefur áhrif á lánshæfismat okkar Íslendinga, þannig að við þurfum einfaldlega að gera það sem þarf til þess að tryggja það að vera sterkur hlekkur í keðju lýðræðisþjóða, en það auðvitað mörgu að hyggja. 80 manns missa vinnuna eftir að kísilverksmiðja PCC á Bakka hætti framleiðslu í gær. Vonast til að vinnsla geti hafist aftur á næsta ári. Erfiðleikar á alþjóðamörkuðum, tollastríð og innflutningur á ódýrum kísilmálmi eru sagðar ástæðurnar fyrir stöðvuninni. Í verksmiðjunni störfuðu 130 manns, en flestum sem var sagt upp eru með uppsagnarfrest til ágústloka. Ég var vakt velvirki, velvirki á vakt, tekum það bæði næturvaktir og dagvaktir. Þegar einn hurð lokast og opnast önnur, ekki. Komið eitthvað plan fyrir framhaldið, ertu að ákveða hvað þú gerir? Nei, ég ætla bara svona sjá hvert leiðin liggur, sko. Anton segist vera farin að líta í kringum sig eftir atvinnu, til dæmis til Húsavíkur eða Akureyrar. Það orðið mjög erfitt núna. Það svo margir að koma
sérstaklega frá PCC. Og svo náttúrulega bara hefur alltaf verið erfitt að finna vinnur hérna á þessu svæði. Lokunin hefur víðtæk áhrif, ekki síst á afleidd störf vegna starfseminnar. Verktakar á vegum vinnuvéla Eyþórs hafa unnið á Bakka nánast frá fyrsta degi. Þannig að fyrir okkur þá er þetta mikið högg. Hvað er að fara að gerast að það sé slökkt á ofnunum? Við munum sjá fram á mikla skerðingu á okkar rekstri næstu mánuði. Hversu mikla? Getur eitthvað sagt til það? Ég myndi ímynda með svona upp undir 50%. Það mun fólk fara, held ég. Því að það er kannski fátt í að leita núna hérna annað og þannig að við lifum ekki bara á ferðamannunum. Og svo er það sveitarfélagið sem verður af 35 milljóna króna tekjum á mánuði. Hvernig ætlaði að bregðast við þessu? Getið þið boðið upp á fleiri og fjölbreyttar atvinnutækifæri en þið þegar gerið? Við erum að leggja allt kapp á það að fjölga atvinnutækifærum á Bakka með hvort sem það er Landsvirkjun eða Landsnet eða öðrum fyrirtækjum, áhugasömum fyrirtækjum sem vilja byggja upp að Bakka. Velkomin Kári, þú ert forstjóri PCC. Þið taluðu erfiðleika á alþjóðamörkunum að það valdi lokuninni. Er það eitthvað eitt umfram annað? Já, fyrst og fremst aðstæður í Kína. Það er búið að meira en tvöfalda framleiðsluna frá árinu 2020. Þannig að gríðarleg offjárfesting þar með ríkisstyrkjum sem er að valda okkur vandræðum. Svo er það líka bara tollamálin sérstaklega í Bandaríkjunum sem að valda því að efni sem er framleitt er allstaðar utan annar staðar í heiminum leitar inn til Evrópusambandsins. Gerið þið ráð fyrir að opna á ný og þá hvenær og hvað þarf að breytast til þess að það gerist? Við stefnum að opna á ný og vonandi bara á nýju ári, það er ólíklegt á þessu. Til þess að það gerist þá eru þarna nokkri kannski hlutir, fyrst og fremst að markaðsverðið bara hækki. Og það er svona nærtækast að tala um það sem er að gerast hjá okkur að það er svona svokallega verndartollamál í gangi í Evrópusambandinu. Það þarf að koma hagstæð niðurstaða þar einhvern tímann í nóvemberlok, bæði þá fyrir að það komi einhvers konar verndartollar fyrir álfuna en sérstaklega Ísland og Noregur lenda ekki utan þessara verndartolla. Síðan höfum við náttúrulega lagt inn kæru til fjármálaráðuneytisins vegna innflutnings á kínverskum málum til Íslands og við væntum þess bara að stjórnvöld og vinni hratt og örugglega í þeim málum. Og þar komið í ríka jákvæð niðurstaða. Síðan er það þessi starfshópur forsætisráðherra sem er bara að vinna að samkeppnishæfni Íslands og sérstaklega Norðausturlands með það að leiðarljósi. Það er hægt að gera ýmislegt, þannig að bara höfum fulla trú á stjórnvöld og fleiri aðilar komið í lið með okkur. Það er alltaf eitt og annað sem þarf að koma til. Það er ýmislegt því miður. En það er einmitt 80 mann sem missa vinnuna. Hvaða skilaboð ertu með til þessa hóps? Já, þetta er náttúrulega bara erfið staða og mjög slæmt fyrir alla en við vonum auðvitað til þess að fólk kannski aðeins halda sér höndum og bíði rólegt í smástund, fylgist með þróun á þessum málum, hvernig þau fara. Þannig að þau séu tilbúin að koma aftur til starfa þegar reksturinn hefst á ný. Kærar þakkir fyrir komuna, Kári. Takk. Og þá öðru. Mengun af völdum eldgossins fór líklega ekki fram hjá neinum á suðvesturhluta landsins í dag. Á morgun gæti gasmengunar orðið vart á Suðurlandi. Svokölluð 10 mínútna gildi brennisteinsdíoxíðs fór yfir 2000 míkrógrömm á rúmmetra á mælistöðvum á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Þetta eru hæstu gildi brennisteinsdíoxíðs sem mælst hafa þar frá upphafi eldsumbrota á Reykjanesskaga. Gildi fínasta svifryksins var hátt á öllum mælistöðvum í borginni í dag. Fínasta svifrykið gefur vísbendingar gosmengun af völdum SO4, það er súlfats og brennisteinssýru. Mengunarmælar annars staðar á landinu sýndu líka rauðar tölur. Það er eiginlega enginn út að leika sér í dag og greinilegt að fólk er að fara eftir ráðleggingum og passar upp á að börnin sé ekki út að leika sér því enn er mengun frá gosinu og krakkarnir í unglingavinnunni þeir voru sendir heim í dag. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítala hefur bráðamóttaka spítalans ekki orðið vör við að fólk leitaði þangað vegna mengunar og samkvæmt upplýsingum frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur heldur ekki orðið vart við aukningu. Það er talið benda til þess að almenningur hafi hlustað á ráð og leitað upplýsinga. Eins þekki þau sem eru með undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma hvernig best sé að bregðast við og fara vel með sig. Mengunin er ekki eitruð og heilsuhraustir finna fyrir litlu og skynsemin segir fólki að nú sé líklega ekki rétti tíminn til þess að hlaupa maraþon. Finnur eitthvað fyrir menguninni? Nei, eiginlega ekki neitt sko. En þú hefur ákveðið að fara út með hundin? Já, bara örstutt. Gengur yfir lengri hring? Já, og lefum að hlaupa mikið og svona en ekki í dag. Af hverju? Ég bara sá í fréttunum að þeir eiga ekki að vera mikið úti í dag og svona, hvað að reyna á það úti, þannig bara leyfa hann að pissa og svona.
Þú bara út að ganga með hundin? Ég að labba að ganga hérna, í dalnum bara. Já. Finnur eitthvað fyrir mengun? Ég finn ekki fyrir því hérna. Nei. Ég hef ekki verið mikið á ferðinni. Já. En þó það sé svona lagð hérna. Nei, ég hef ekki gert það. En við förum styttra með hann. Þetta ekki hættulegt? Nei, þetta ekki hættulegt, alltaf stutt heim. Svona næstum því logn núna. Ertu farin að óska þess að það komi smá gjóla hér? Nei. Maður býr hérna í dalnum til þess að eiga alltaf sumar. 20 hið minnsta eru látin og tæplega 200 slösuð eftir að orrustuþota brotlenti á skóla í Dhaka, höfuðborg Bangladesh í dag. Mörg fórnarlambanna voru ungir nemendur á leið úr skólanum og flest á aldrinum 8 til 14 ára. Sjónarvottur sagðist hafa séð 2 þotur fljúga yfir og önnur þeirra hefði hrapað fyrirvaralaust. Í tilkynningu frá hernum segir að vélin hafi verið á æfingarflugi þegar vélarbilun kom upp. Utanríkisráðherra hafnar ásökunum stjórnarandstöðunar að verið sé að reyna að koma Íslandi inn í Evrópusambandið undir yfirskinni varnar- og öryggismála. Utanríkismálanefnd Alþingis var kölluð saman á sérstakan fund í dag þar sem harkalega var tekist á málið. Þingmenn stjórnarandstöðunar óskuðu eftir fundinum vegna heimsóknar Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, til Íslands í síðustu viku. Utanríkisráðherra segir fundin hafi verið gagnlegan og mikilvægt að eiga þetta samtal. Ég hef svolítið saknað þess að við höfum ekki rætt varnar- og öryggismál sérstaklega í breiðu samhengi en eðlilega þá eru ýmsar hártoganir og ég bara virði það að stjórnarandstaðan er alveg skýr. Hún vill ekkert með Evrópusambandið gera, það kom alveg skýrt fram á fundunum. Formaður Framsóknarflokksins segir það hafa komið skýrt fram á þessum fundi að heimsókn von der Leyen hafi verið upptaktur að aðildarviðræðum. Samstarfsyfirlýsingin sem var undirrituð sé einungis pólitísk og hafi ekkert með varnarmál að gera. Og mér hefur fundist að ráðherrar forystumenn ríkisstjórnarinnar hafi verið að blanda dálítið saman löngun þeirra að ganga í Evrópusambandið og að blanda því við varnar- og öryggismál og alls konar hluti sem að er alls ekki. En áhuginn á því að ganga í ESB alveg sama hvað, ég held að hann hafi komið mjög skýrt fram á þessum fundi og voru ný tíðindi fyrir mér. Þorgerður segir þær upplýsingar að Evrópusambandið telji umsókn Íslands enn gilda hafa farið illa í stjórnarandstöðuna. Tilgangur heimsóknar von der Leyen hafi fyrst og fremst verið til að gæta að viðskiptahagsmunum í tengslum við EES-samningin og öryggis- og varnarmál. Við erum að reyna að fara í auki samstarfsviði til dæmis fjölþáttaógna, netöryggismála, hvernig við getum varið okkar neðansjávar innviði með bæði þekkingu og mannafla sem að kemur frá bæði Evrópusambandinu og fleiri ríkjum, því að við erum að gera líka tvíhliða samstarfsyfirlýsinga við Bretland, við Noreg. Rússar og Úkraínumenn ætla að ræða mögulegt vopnahlé á miðvikudaginn, sagði Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu síðdegis. Hann óskaði eftir slíkum viðræðum helgina, en 2 umferðir af friðarviðræðum í sumar og vor hafa áður siglt í strand. Fulltrúar 58 ríkja sem styðja Úkraínu sammæltust í dag að auka sendingar hergagna til Úkraínu á næstu vikum. Fjölmennt lið frá brunavörnum Árnessýslu var við slökkvistörfi yfir 1,5 sólarhring vegna elds í trjákurli. Kurlið í stórum haug á athafnasvæði Íslenska gámafélagsins við Hrísmýri á Selfossi. Slökkvistarfi formlega lokið en unnið verður á svæðinu fram eftir nóttu. 50 slökkviliðsmenn hafa komið að verkefninu. Þetta eru búin að vera mjög erfiðar aðstæður. Við þurfum að sækja mikið af vatni, þetta kallar á mikið mannafla og þetta með stórvirkar vinnuvélar. En með samstillt átaki hefur þetta gengið vel en mjög tímafrekt verkefni. Liggur eitthvað fyrir hvernig kviknaði þessu? Það er svona spurning hvort það hafi verið eitthvað sjálfsík kviknun en það þarf bara rannsóknarlega í ljós. Fuglinn með fegursta nefið er allsráðandi í Akurey. Þar fljúga 30.000 sprækir lundar. Samtals eru 3 milljónir á landinu. Akurey á Kollafirði úti fyrir Reykjavík er ein þeirra eyja sem Erpur Snær Hansen, forstöðumaður Náttúrustofu Suðurlands, fer í 2 á sumri til að rannsaka lundastofninn ásamt nokkrum meistara og doktorsnemum. Lundin er aðallan sólarhringinn að finna sér fæðu og ná í síli eða annað góðgæti fyrir unga sinn
og vinsældir hans eru einstakar. Fjölmörg lundaskoðunarfyrirtæki sigla mörgum sinnum á dag með ferðamenn út að eyjum. Þetta eitt aðalega aðdráttarafl til Íslands á túrisma og það engin tilviljun. Þetta alveg ótrúlega vinsælt dýr, einhvern veginn kýtlar mannkindina á réttan hátt. Það mjúkt að ganga hér í Akurey. Það svona, jörðin dúar eiginlega undan manni og það vegna þess að lundin grefur sér holur til þess að verpa og hún öll svona sundur skorin. En holurnar eru í hverri einustu fjölskyldu og ganga kynslóð fram af kynslóð. Og hér núna í sumar þá hér þrauk á þingi að því að hér talaði sig 30.000 varpfuglar. Seinni ungatalningaferðin í Akurey á þessu sumri var farin í síðustu viku degi fyrir gos. Alltaf eru sömu holurnar, það að segja hreiður lundan skoðuð. Eflaust þykir ekki öllum eftirsóknarvert að liggja tímunum saman í Pollagalla og Góðviðrisdegi innan hundasúrur, baldursbrár og hvönn og beita holumyndavélum. Þessi gleru eru drónagleru, við erum með 2 sjónvarpsskjám hérna inni. Þannig að við erum að horfa inn í myndavél á endanum á þessum kapli hérna. Þetta myndavélin og hún með 4 ljósum inni sem eru innröðar díóður. Þannig að hún lýsir í myrkri en lundin sér ekki ljósið og svo þræðu þetta svona inn í hólurnar og það eru mjög misjafnlangar, oftar eftir yfir meter og sjáum þannig ungan eða eggið eða hvað sem þarna inni. Ungaframleiðslan lítur ágætlega út, segir Erpur Snær. Í heild hefur lundastofninn verið að skána í 10 ár. Áratuginn þar á undan var ástandið slæmt, sérstaklega í Vestmannaeyjum. Stofninn var 6 milljónir 1992 og 3 milljónir núna. Dróni með öflugum leysigeislaradar, lítar, hjálpar svo munar að mynda holur í Akurey og víðar. Leysigeislarnir gera kleift að gera tölvulíkan af öllum holum í einni og gervigreind sé svo að telja þær. Við náum að gera þessa 40 ára vinnu á 3 árum og getum endurtekið. Þá getum við tekið líkanið sem við gerum í ár, borað saman við næsta líkan eftir 3 ár og sjáum nákvæmlega hvað holur hafa bæst við á þessu 3 árum eða hvað tíminn er. Ekki kemur á óvart svar helsta lundasérfræðings Íslands við spurningunum það hvert sé vinsælasta dýr í heimi. Lundin á nefa, ég hef enga vefursundur það. Og þá að veðri. Dálítið lægðardrag nálgast úr suðaustri og veldur hægri norðanátt á landinu. Þó vindurinn sé hægur mun hann líklega þynna gosmóðuna talsvert og mjaka henni til suðurs. Úrkomusvæði færist yfir landið og má búast við rigningu í öllum landshlutum í kvöld og í nótt. Á morgun spáð breytilegri átt 3 til 8 metrar á sekundu og má því búast við rigningu eða súld víðast hvar á landinu. Þó loftmassinn sé rakur þá hann einnig hlýr og getur hitið því farið yfir 20 stig þegar best lætur. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Undanúrslit Evrópumótsins í fótbolta í Sviss hefjast á morgun. Fyrri undanúrslitaleikurinn milli núverandi Evrópumeistara Englands og Ítalíu sem hefur komið liða mest á óvart á mótinu. Bandaríkjamaðurinn Scottie Scheffler segir það vera einstaka tilfinningu að sigra á opnameistaramótinu í golfi. Hann vann 153. opnameistaramótið í gær og hefur nú unnið 3 af 4 risamótunum en aðeins 6 kylfingar hafa náð að vinna þau öll. Og þriðja umferð Íslandsmótsins í motocrossi var helgina á endurnýjaðri braut í Hornafirði. Íþróttir eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Flugöryggi á Keflavíkurflugvelli var alvarlega ógnað í gær eftir að maður klifraði yfir öryggislið, stal bifreið og ók nálægt farþegavél sem undirbjó flugtak. Bæði lögregla og Isavia er með atviki til rannsóknar. Refsiaðgerðir gegn Rússum sem Ísland hefur tekið upp eru í fyrsta skipti að bitna á íslensku fyrirtæki vegna tengsla þess við Rússland. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir það dregið inn í málið að ósekju. Fulltrúi Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Gaza segir ástandið þar aldrei hafa verið verra. Ísraelsher hóf í dag landhernað á miðri Gazaströndinni. Mesta gasmengunin síðan Reykjaneseldar hófust mældist á höfuðborgarsvæðinu í dag. Færri virtust á ferli miðað við það sem ætla má mitt sumar. Þessum fréttatíma er ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu nú klukkan 10 en nýjustu fréttir má að vanda finna inn á ruv.is. Fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina það sem af er degi. Verið sæl.
The last time I was in Washington, D.C., and I heard a lady sing, probably one of the greatest singers today. A woman who went from being a school teacher to being recognized as one of the top performers in the world. Whose music for years has been making people laugh and cry, sometimes at the same time. A singer, Roberta Flack. Roberta, heimildamynd bandarísku söngkonuna Robertu Flack. Fjallar feril hennar auk þess sem ýmsar stjörnur á borði Clint Eastwood, Angela Davis og Sean Lennon segja frá kynnum sínum af henni. You knew something was going on that was different and wonderful. It had a great meaning in those times. Here I stand looking. Roberta í kvöld á RÚV. Bræðslan, bein útsending frá tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði eystra. 20 ára afmæli hátíðarinnar fagnað í ár. Bræðslan, laugardag á RÚV og RÚV 2. Heimsmeistaramót íslenska hestsins fer fram í Sviss í ágúst. Ísland sendi fjölmennt lið til keppni og RÚV verður á staðnum og fylgist með. Tekst okkar fólki að verja sína titla á nýjum hestum, sjáum við nýjar stjörnur verða til. Allt HM íslenska hestsins á RÚV. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Kolla, kollagen, koffín, sykurlaust. I love you ógeðslega much, sko. Já, ég líka. Þú veist, þú getur alltaf treyst á mig. Já, og þú getur náð í mig hvar sem Hversu næs. Sjá svona fallegt og gott farsímasamband. Þú þarft aldrei að hugsa sambandið